Ég ætla nú að byrja á því að fara örlítið lengra aftur í tíma. Fyrir 70 árum, það nærði ekki einu svona að vera mannsaldur, var ekkert hús á Íslandi helgað myndlist. Myndlist var sýnd hist og her, svo ég sleppi dönsku að þeirra tíma sið. Hún var sýnd í tiltækum samkomusölum en oftast í búðargluggum þar sem velviljaðir verslunarmenn hleyptu listamönnum að og vegfarendur gátu staldrað við á kvöldgöngunni og horft á listina í gegnum glerið. Svo var það árið 1943 að listamenn sjálfir og vinir þeirra lögðu fram fé til að byggja listamannaskálann, fyrsta húsið sem sérstaklega var ætlað fyrir sýningar myndlistamanna. Þetta var ekki stórísi, hálfgerður kofi, byggður af mannefnum og þegar hann var loks rifinn árið 1968 var gólfið orðið svo undið að áhorfendur stigu báruna þegar þeir kom út af sýningum. Þarna urðu þó margir af merkisviðburðum íslenskra listasögu. Þarna kom Svavar Guðnason þegar heimsstyrjöldinni lauk og opnaði áhorfendum sýn af framúrstefnu og abstrakt list. Þarna sýndi Nína Tryggvadóttir skömmu seinna þegar hún hafði sögt sér ofan í degluna í New York. Þarna stigu nær allir íslenskir myndlistarmenn sín fyrstu spor hálft þriðja áratugar skeið. Listamannaskáli stóð nokkurn veginn þar sem viðbyggingin við Alþingishúsið stendur nú. Það hús var ekki byggt fyrir samskot alþingismanna, heldur kostað af almannafé. Almannafé var hins vegar fyrst lagt til þess að byggja hús yfir myndlist leyti sem listamannaskálinn var rifinn. Þá hófst vinna við að reisa Kjarvalsstaði og fyrstu sýningar þar voru árið 1973. Þetta var listasafn Reykjavíkur sem seinna, fyrir 10 árum, tók yfir þetta hús. Kjarvalsstaðir voru alllengi helsti vettvangur fyrir myndlistasýningar á Íslandi og húsið var vel nýtt. Á árunum kringum 1980 voru það stundum 5 sýningar í einu og þó var sýnt víðar. Listamenn héldu sjálfir út í galleríum og sýningarsölum, einkareknum galleríum fjölgaði smátt og smátt og sýningum var komið fyrir næstum hvar sem pláss fannst, í bókasafn Þjóðminjasafnsins, kjallara Norræna hússins og víðar. Listasafn ASÍ hafði sýningarsal sem listamenn nýttu og nýlistasafnið efldist. Svo voru opnuð listasafn í Hafnarfirði, á Akureyri og í Kópavogi og listasafn Íslands flutti loksins af loftinu í Þjóðminjasafninu þangað sem það starfar nú við Fríkirkjuveg og fór í kjölfarið að sinna meiri krafti sýningum á samtímalist. Opnun Hafnarhússins með öllu því sýningarrými sem hér kom því í framhaldi af gríðarlegri útþenslu myndlistarsviðsins sem reyndar endurspeglar aukna menningarstarfsemi á öllum sviðum í leikhúsi, tónleikahaldi, bókaútgáfu og svo framvegis. Þegar ég sjálfur fór fyrst að skrifa myndlistagagnrýni fyrir tæpum 20 árum var enn hægt með tiltölulega lítilli fyrirhöfn að fylgjast með öllum sýningum hér í höfuðborginni. Nú held ég að það geti varla nokkur maður gert. Þessi uppvöxtur myndlistarsviðsins hefur verið svo hraður að það kannski von að honum hafi fylgt einhverjir vaktaverkir og jafnvel misþroski í einhverjum skilningi. Ríki og sveitarfélög hafa brugðist við þrýstingi og lagt húsnæði undir sýningarhald en nokkuð erfiðara hefur reynst að finna fjármagn fyrir reksturinn, hvað þá til innkaupa á listaverkum fyrir söfnin, þótt að horfi nú nokkuð betur í þeim efnum núna. Vandinn kannski sá að enginn hefur lengur yfirsýn yfir alla þá starfsemi sem á sér stað á þessu sviði og því hefur verið erfitt að marka skýra stefnu málefni þess. Kannski að ræða einhver djúpstæðari vanda sem snýr að viðhorfi og skilningi eða skilningsleysi á eðli og tilgangi myndlistarinnar og jafnvel menningarstarfs yfirleitt. Það leyti sem listamannaskálinn var opnaður töluðu ráðamenn gjarnan það að myndlistin gæti verið mikilvægt afl í endurfæðingu íslensku þjóðarinnar, gæti speglað þrótt hennar og framfarasýn, mikilfengleik íslenskrar náttúru og kraftin í mannlífinu. Þeim sem þannig hugsuðu var það því óskiljanlegt þegar myndlistamenn sneru sér einmitt upp úr þessu æ fleiri af abstrakt list. Það töldu margir, þar á meðal sumir myndlistagagnrýnendur þess tíma, vera óskiljanlega innhverfu, ef ekki einhvers konar sjálfselsku. Það einir enn sterklega af slíkum viðhorfum í garð myndlistar. Henni er ætlað að þjóna einhverjum hagsmunum öðrum en sínum eigin. Þegar farið með myndlistasýningar til útlanda þeim gjarnan ætlað að vera til landkynningar eða til að styðja við kynningu á útflutningsvörum landsins.
eða til að styrkja ímynd fyrirtækjanna sem lögðu peninga til svo á sýningunni mætti verða. Á tímum nýliðinnar útrásar var mikið talað að nú myndu hin gríðarsterku fjármálafyrirtæki taka listina upp á sína arma og veita rausnarlega af sjóðum sínum. Reyndin varð oftast sú þó að styrkirnir voru smáaurar og meira lagt í að auglýsa rausnarskapinn og klína fyrirtækjamerkjum hvar sem þeim var fyrir komið, utan á sýningarsalina og sýningarskrár og svo framvegis. Engu síður var oftrú á þessu fyrirkomulagi og skilaboðin víða úr stjórnkerfinu voru skýr. Nú skyldi listin fjármagna sig sjálf með slíku sponsi. Á bak við þetta liggur það viðhorf að myndlistin skipti litlu máli í sjálfu sér og verðskuldi aðeins stuðning ef hægt að nýta hana í einhvers annars þágu. Hún hefur að vísu eitthvað menningarlegt gildi, en menningarlegt gildi verður ekki askana látið frekar en bókvitið og engin leið að reikna það inn í hagtölur og afkomuspá hljóðarbúsins. Þetta auðvitað misskilningur. Veruleikinn sá að myndlist og menning yfirleitt gríðarstór og sístækkandi hluti af íslensku samfélagi og atvinnulífi. Nýleg könnun sem gerð var fyrir menntamálaráðuneytið sýndi að meirihluti Íslendinga sækir myndlistarsýningar á hverju ári og langt flestir þeirra fara oftar en einu sinni. Tölur yfir gesti sem sækja sýningar í Listasafni Reykjavíkur staðfesta þetta. Á síðasta ári komu 219.000 gestir hingað í Hafnarhúsið, á Kjarvalsstaði og í Ásmundarsal. Gestum hefur fjölgað 85% frá því árið 2005 og munar þar auðvitað mest það þegar hægt var að taka aðgangseyri fyrir heimsóknir þeirra. Svipuð eða sambærileg aukning hefur verið á heimsóknum í önnur söfn og sýningarsali og lauslega má áætla að heildartalan sé vel yfir hálfri milljón að minnstakosti. Á bak við þetta liggur gríðarmikið starf og stór hópur starfandi fólks, myndlistarmanna, safnafólks, sérfræðinga, myndlistarkennara og annarra sem tengjast sviðinu á einhvern hátt. Því miður höfum við enga tölu á því hver stór hópur þetta Það hafa engar rannsóknir verið gerðar á því og heldur ekki á því hvert hagrænt umfang myndlistarsviðsins gæti verið. Myndlistin ennþá óskilgreind stærð, þótt allt bendi til þess að hann gæti skákað sumum þeim atvinnugreinum sem taldar eru til meginstoðar samfélagsins. Hér skortir okkur aftur yfirsýn og meðan svo lítil von til þess að við getum unnið sviðinu þann sess sem því ber. Drifkrafturinn á bak við þetta allt saman, alla starfsemina og þann mikla áhuga sem fjöldi gestanna sannar, auðvitað myndlistin sjálf, hið skapandi starf og svo rannsókn sem í því felst. Þáttur myndlistarinnar í menningunni hefur gildnað, ekki aðeins hér á Íslandi, heldur allan heim. Ein meginástæða þess að myndlistamenn hafa þróað aðferðir og nálganir sem gera þeim kleift að takast á við æ fleiri og flóknari rannsóknarefni. Myndlistin tekur á fagurfræðilegum viðfangsefnum en líka samfélagslegum, heimspekilegum og hvað sem nafnið tjáir að nefna. Meira segja raunvísindalegum eins og tilraunamaraþonið sem haldið var hér í Hafnarhúsinu sýndi. Myndlist hugsun og í gegnum myndlist getum við hugsað hvað sem Með málverk getur afhjúpað jafn djúpan sannleika veröldina sem við lifum í og hvaða heimspekirit eða eðlisfræðikenning sem Þess vegna sækir fólk í hana og þess vegna hún svo mikilvæg mannlegu samfélagi og menningu. Góð myndlist veitir okkur innsýn og yfirsýn og gerir það oft í miðmiðaðra formi en við eigum kost á annar staðar og því ekki að undra að eftir því sem veröld okkar verður flóknari og kannski á margan hátt ógnvænlegri verður hlutverk myndlistarinnar mikilvægara og eftirsóknin í hana meiri. Til þessa þings kallað í tilefni af því að 10 ár eru liðin frá því að Hafnarhúsið var opnað. 10 ár ekki langur tími, en þó alllangur þegar við hugsum til þess að það ekki liðin 40 ár síðan Kjarvalsstaðir voru opnaðir og ekki 70 síðan listamannaskálinn var byggður. Fyrir 10 árum var margt öðruvísi á myndlistarsviðinu en núna. Sumt verra, sumt kannski betra. Umfjöllun myndlist fær til dæmis minna pláss í fjölmiðlum en þá, sem óskiljanlegt í ljósi þess hver starfsemin og aðsóknin hafa vaxið. Sýningarrými hefur aukist og sýningum fjölgað, ekki síst auðvitað með tilkomu Hafnarhússins.
Sýningum íslenskra listamanna erlendis hefur líka fjölgað mikið og það útrás sem getur gefið meira af sér þegar til langs tíma litið en business útrásin sem nýlega lauk. Það að minnsta kosti ekki hægt að tapa jafnmiklu á henni. Mörgum viðfangsefnum kringum myndlistina sinnt af æ meiri fagmennsku í söfnum, galleríum, á menntasviðinu og, vona ég megi segja, meðal fræðimanna. Þó það svo að stofnanalegt umhverfi myndlistarinnar enn fjarska veikt og það sérstaklega bagalegt þegar horft til þess hve mikill vöxtur sviðsins hefur verið. Aðkoma hins opinbera að mörgu leyti ómarkviss og fullkomin og einkennist allt of oft enn af þeim gömlu viðhorfum sem ég lýsti áðan, að myndlist sé hálfgerður óþarfi eða aukastærð í samfélaginu. Jafnvel stundum þegar pólitískar ákvarðanir eru teknar að efna myndlistarsviðið að einhverju leyti þeim allt of oft ekki fylgt eftir með nægilegu fjármagni og stofnanalegum stuðningi. Listamannalaun til myndlistamanna hafa ekki verið aukin í neinum takti við fjölgun þeirra og aukið umfang starfseminnar sem listsköpun þeirra grundvöllur að. Það virðist oft skorta pólitískan áhuga á því að sinna myndlistarsviðinu. Man til dæmis nokkur hvenær myndlist bar síðast á góma á Alþingi, nema kannski þegar þurfti að skera niður á fjárlögum. Þetta vandamál og stendur myndlistinni fyrir þrifum og allri starfsemi kringum hana. Það þó ekki svo að þeir sem sinna pólitískri ákvarðanatöku og stjórnsýslu beri einhvern sérstakan kala til myndlistarinnar eða séu í einhverjum skilningi óvinirinnar. Það skortir einfaldlega yfirsýn og skilning. Yfirsýn yfir það hve gildur og mikilvægur þáttur myndlistarinnar í samfélaginu, skilning á því hve mikilvægt starf myndlistamenn vinna og hve nauðsynlega rannsóknir þeirra til skilnings á samtímanum. Það skortir innsýn í það hvers vegna Íslendingar hópast þúsundum saman í hverri viku á myndlistarsýningar og þyrstir alltaf í meira. Það hlutverk okkar sem hér nú samankomin og kollegar sem eru svo margir að við þyrstum Laugardalshöllina til að koma öllum fyrir. Það hlutverk okkar að finna þessa yfirsýn og miðlenni, að greina vandann og finna lausnir á hann, að finna þau rök sem þarf og koma þeim á framfæri svo á verði hlustað til almennings og stjórnvalda. Þessu verkefni ljúkum við auðvitað ekki í dag, en samræður og samstarfa þau því tagi sem við ætlum nú að takast á við það sem þarf til að við getum kannski eftir önnur 10 ár litið tilbaka og séð að framfærin hafi orðið. Takk ykkur fyrir.